Hérna í þessum innbandi sýni ég hvernig við búum til húsgögn sem 2D, sem ekki sem 3D, heldur bara sem detaila, group details til nokkunar í aðaluppdrætti. Ef við kíkjum með að sá módelið þegar það er fullt búið, þá mun það vera svona. Hérna sjáum við hérna er búið að raða upp húsgögnum, sína fyrirkomulag húsgagna og sína fastar innréttingar og raða upp hérna hvernig við viljum hafa baðherbergið til dæmis, þvottaherbergið með þvottavél, hvernig við viljum hafa herbergin, hvar eru fataskápanir, hvar er gert ráð fyrir sjónvarpi og skrifborði og rúmi og það fyrir undirgötunum. Þetta er bara hluti af aðaluppdrættum, 1/100. Ég er búinn að setja inn á innu þessa hérna teikningu. Þetta eru málsendingar á helstu húsgögnum og tækjum sem við notum í aðaluppdrættunum. Og þetta er með, sjá, það er ekki svo málmið að nota svona. Já, þið sjáu hérna heldur málsendingar á allir hluti. Þið ættu að geta teiknað upp öll húsgögn og tæki út frá þessum málum. Þið náttúrulega sýni ekki málin, þau eru bara til viðmiðunar. Þannig að við skulum skoða hvernig við teiknum til dæmis bara hérna. Við byrjum bara hérna og ég ætla að teikna einfalt rúm fyrir okkur. Og svo ætla ég að sýna ykkur hvernig við tökum rúninga á til dæmis eins og eldhúsvasknum hérna. Ég ætla að taka þessu tvö fyrir. Rúmið einfalt og svo ætla ég að teikna hérna einfalt eldhúsvask. Við þurfum alltaf ákveðið view til þess að vinna í. Þannig að við skulum tökum hérna hæð 1 og duplicatum hana. Svona. Og skýri hana rename. Húsgögn. Bara vinnublað. Ok. Við skulum svo hérna bara nýta okkur þetta svæði hérna fyrir utan. Bara hérna á lóðinni. Því að risa þetta upp. Það er að vera svona á frílandssvæði, ekki ofan í teikningunni eða svoleiðis. Það er betra að vera hérna. Ég nota region, masking region og til þess að teikna og það sem ég ætla að fókusa á er rúmið. Sem sagt þetta hérna, 900 x 2100. Svo er ég með hérna, sjáu hérna þetta svona sýnir svona þessu uppbreytt sengin. Er svona brotið upp á hana. Málin eru hérna, þetta eru nákvæmlega sem málinu hér. Það eru 250 mm, 250 og 250. Í fillet direction þá veljum við hérna fyrir tangul og ég teikna bara upp einfalda kassa svona sirka eins og hann er í stærðinni. Og svo ég hérna breyti 900 og lengdin 2100. Svona, og hýttir svo bara að finish þetta mót. Það er komið eitt fillet direction og fillet direction virkar svoleiðis eins og þið vitið að þegar ég farið með hérna yfir þá náttúrulega sé þetta ekkert í gegnum það. Það var ekki þessari styttingu. Þetta var bara svona að sýna. Síðan nota ég detail line, ég annotate á detail line og hef thin lines á þessu hérna. Og það við erum að vinna með 250 mm þá er þetta ágætt að nota hérna pick lines og stilla offseti hérna 250 og þá fæ ég svona nokkrar hjálparlínur. Síðan vel ég bara línu hérna og passa ykkur á því að offseti er ennþá til 250 þannig að við þurfum að setja það í 0 annars fyrir línan eitthvað til hliðar og ég einfaldlega klára að teikna þetta svona. Svo er trim skipinu hérna. Okay. Ég ætla að skera þessa hérna línu við þessa. Já, þá komum við, ég get ekki trimma meira. Ég get trimma þessa hérna. Svona, þá er ég komin með útlínuna fyrir rúmið. Hérna. Þegar þessu loki þá ít ég hérna modify og held mús niður og gerir svona. Það er allt ljómað. Það er eins og í AutoCAD-inu. Ef við tökum til vinstri þá velja sem að
kastið mér snertir, auðvitað ekki, þá er það bara það er lína sem er 100% inn í kastanum sem er veiði, þetta er svona línuveiðari. Svona, og fer þá í create group hérna uppi og hérna segir bara að þetta sé rúm 900, 1200 og ítir svo bara OK. Það sem að Reddit gerir fyrir þetta núna er það að það setur þetta hérna ef við kíkjum hérna í Proteus browserinn. Ef við slögt á Proteus browser, þá getum við farið í view og ítt hérna user interface og kveikt hérna á Proteus browser. Það var ekki hakað við hann og sett þetta ekki. Það er afhakað og hverfur hann. Svona. Næst í Proteus browserinum er hérna, þetta er vantarlega í plus hjá okkur. Það er group hérna næst niðri og detail, hérna, detail. Íti á plusinn, þá birtir hérna, ég er náttúrulega búinn að teikna. Þannig að hérna birtir þar sem að þetta rúmið sem ég var að búa til hérna. Það birtir hérna inn á browserinum og þegar þetta er komið þá getið þið einfaldlega bara dregið þetta inn á teikningur og svona og raða þessu. Samkvæmt fyrirmyndi. Svo getið þið notað annað skipunum til þess að raða þessu upp, sjálfsögðu. Svona. Og sjálfsögðu rotate. Það er ekkert þetta space takkan í detailinum. Ég ætla að renna líka yfir hvernig við teiknum vaskinn, eitt vask. Og það sem ég ætla að leggja áherslu á að sýna ykkur í þessu með vaskinn til dæmis, að hérna segi ég er ekkert að sýna gráðunar hérna, þetta eru 25 mm minni mig. Sjá. Já, hérna er áttið þessum 50. Sýnum hvernig við gerum þetta. Nei, þvermáli 50 og radíus á 25 auðvitað, núna í þetta. Ég ætla að sýna ykkur hvernig við teiknum svona einfalda eldursvask. Sjáðu, hann er 450 á breiddina og hann er 400 mm í dýptinu, alveg svo tvöfaldi vaskurinn. Og við veljum það sama, fyrir mig annotate, mask erosion. Þannig að ég zooma með það sín til að hafa pláss hérna, þetta verður alltaf svolítið lítið. Ég smelli svona á, modify og segi breytið með 450, hæðið með 400. Svona. Og síðan getið valið hérna fillet arc, þessi hérna. Rounds or corner created by 2 inset lengths, sem er myndstandið. Ég get til þetta handvirkt og ég get líka, ef ég smetla á það, fillet arc hérna og haka hérna við radíus og stilli radíus 25 og það stóð þvermáli 50, eða ekki? Þannig að það var radíus 25 og smetli svo bara einfallega á mótlega línur og ég þarf ekkert að íta space eða enter eða neitt, skipunum heldur sér inni, þannig að hérna er ég að filleta línuna með radíu 25 eða svona þvermálið 50 og þá að ég einfallega bara eftir að teikna hérna sem að krossinu sem táknar kranan sjálfan. Íti hérna á finish edit mode, svona. Þeir svo er detail line og þessi krani er sjálfur sér ekkert í einhverju merkilegri stærð, þetta er svolítið svona bara frílans svona. Og eitt kross hérna yfir svona einhvern veginn. Svona. Þetta tekið svo og highlighta og íti á create group og passa ykkur alls sé valið og þá heitir þetta eldhús vaskur
hvað viljum þetta heiti, eldhúsvaskur einfaldur. Þetta notið ég svo til þess að þegar ég er búinn að teikna upp alla grúppdítelana miðað við fyrirmyndina sem er þarna, þá getum við kýtt inn á fyrirmyndina af aðaluppdráttunum. Já, þetta er nokkuð skrítinn, þannig að laga hann hjá mér. Því ég greinilega ekki verið búinn að kveikja hérna á snjókroppu sem hérna og ítum á crop viewið. Svona. Ég hef eitthvað verið að vinna í þessu áðan og var þeirri búinn að slökkva á crop viewinu. Já, svona. Já, þetta vinnið, þið sjáu þessa fyrirmynd hérna. Þetta er fyrir neðri hana. Þið raðið upp hérna húsgögnunum sem er teiknið og svo er smáatriði hérna sem ég ætla að sýna ykkur líka. Þið sjáu hérna er ég búinn að setja inn fataskápun og svo er búið að segja hérna ykkur á punktalínu og hérna segir hönnuðurinn að það má alveg vera annað skápur hérna, það er alveg pláss fyrir hann. Þetta er stundum gert. Þetta er einfaldlega að teikna bara með detail line hérna og þá veljum við náttúrulega hidden line og teikni upp hérna þessa línu og hún er 800 jafn breiður og skápurinn er og hingað niður svona. Eldhúsið er að sama skapi bara uppteikna borðplatan til náttúrulega búið til dýtagrúpp hérna sem er ísskápurinn, þið búið til hérna helluborð og þið búið til eldhúsvask og svo einfallega farið í detail line og teiknið upp á borðplötuna og alltaf þegar maður teiknar svona eldhús og reynir maður að láta hlaupa á 600 mm. Sjá, hún er 1800 hérna yfir og hún er eitthvað 600 hérna frá, hún er 605. Þannig að það var smá plásina fyrir hórskapin. Efri hæðin, grunnmynd efri hæðir, hérna. Og það er að sama, hérna er búið að teikna upp bara sem detail lines. Og hérna er búið að teikna, sjáu þið, detail lines og þetta er þá sem sagt hidden lines. Þessi hún sýnir sem sagt efri skápana. Þetta er með hidden lines og spurning hvort maður nota pick lines út af því að maður vil hafa þetta 300 mm hérna frá. Hidden offset 300 og smellir svo hér á og þá birtur svona hérna. Eini gallinn er sá að hún verður svolítið löng hjá okkur, þannig að grípum þá bara í bláa punktinn og þá verður alltaf hingað og drögum tilbaka. Þá er hérna kominn eldhúsvakkurinn, dýtagrúpp, tvöfaldur. Hérna er ísskápurinn, hérna er helluborðið og svo sýnum við í raun og veru bara útlínunar á eldhúsinu og borðplötunum því með detail lines. Þannig að þið raðið upp þessum húsgögnum svona í samræmi þar sem við sjáum hérna og þetta er líka sett upp í útprentað og þau finnir þetta á PDF inn á vinnu. Og svo fara yfir næsta mynd á hvernig við útbúum þessar skýringar hérna sem við þurfum að setja inn á. Þetta er ótrúlega gott að eiga sem legend eins og það er hérna. Ég bý til legends og getur þá dregið þetta alltaf aftur og aftur inn á teikniblöðin hjá mér. Og þetta er eitthvað sem að þið getið síðan kópera á milli verkefni, þess að búið ákveðið grunnskjal og átt þetta alltaf til. Byggingarlýsingin þetta voru svipuð, skýringar eru meira og minna alltaf þess sömu. Þannig að þetta er eitthvað sem maður á til. Ég ætla að fara yfir þetta í næsta myndbandi. Þið raun og veru teiknið upp þessi húsgögn hérna. Svona, ég hefði hérna. Svona, ég reyna að stilla þetta annað að sjáast á skjánum. Teiknið þetta upp. Raðið sín á grunnmynd fyrstu hæðar og aðra hæðar. Sem aðaluppdrætti.
og passið ykkur á því að svona dýrtegroup, hún sést bara í einu view, hún er view opacity, það þýðir það ef ég dragi inn á fyrstu hæð 1/100 og svo taki ég þá teikningu og kópir hana eða tegið aðra teikningu af fyrstu hæðinu, þá birtir þetta ekki þar, það birtist bara þeirri viewi sem að þeir eru að vinna í það og skipti. Já, fyrst við erum að tala um það, þá er kannski ágætt að sýna ykkur líka þá, því að þetta er svona view positive, minnum mig á það, að það er hægt að kópira þetta á milli hæða, eins og þetta með hérna, við erum búin að setja inn, já, hérna er þetta texti, takk niður föllin, svona, og tökum það og tökum kannski sófana svona, bara sem dæmi. Við ljóma þetta, ég held inn kontroltakkanum, getur ljóma þetta og valið þetta svona fyrst með þessi. Og þá getum við farið hérna í kópið til clipboard og hérna, window paste og align to select view, hérna, og veljið þá sko, ég er í fyrsta hæð hérna, og veljið mann til dæmis floor plan önnur hæð, ok, þetta er svona aðra hæð, og þá sjá, þá kópar þetta sér nákvæmlega inn á sama stað, bara á annari hæð í staðinn fyrir að þetta sé á fyrstu hæð. Þetta er mjög þægilegt fyrir þakniðurföllin til dæmis, því að þau náttúrulega er að ganga jafnt í gegnum fyrstu hæðina og upp á aðra hæð. Stundum notar maður þetta fyrir húsgögn, það er kannski nákvæmlega eins stofa fyrstu og annari hæðinni, sem dæmi. Þetta var svona smá viðbót. En eins og segi, þið teiknið upp þessi húsgögn, þið raðið inn á fyrstu hæð og aðra hæð og svo höldum við áfram með þetta í næsta myndbandi þar sem ég fer að segja hvernig við erum búin til þessu tákn og svoleiðis. Takk fyrir það í bili.